Hanne Smíðisang, hvað er sæl og blessuð Hanne? Sæl. Hún festi kaup hér á Byggðarhorni fyrr á þessu ári, til hamingju með frábæra aðstöðu og glæsilega sem hún ætlar að sýna okkur núna. Fyrst og fremst tilgangurinn með því að koma sér upp búgarð á Íslandi. Tilgangurinn? Bara áhugan á hestana og mér finnst mjög gaman að búa á Íslandi, mjög gott. Þannig að þetta var draumur sem, já, bara loksins rættist, já. Ég veit að fólk hefur rosalega áhuga á því þegar svona, frá Noregi upprunalega, fólk hefur rosalega mikið áhuga á því af hverju íslenski hesturinn. Bara þetta byrjaði í rauninni með pabbi minn. Hann var með íslenska hesta þegar hann var ungur og keypti íslenska hesta handa mér og systur minn þegar ég var 10 ára. Og það byrjaði bara þar og hætti aldrei. Já. En varstu aldrei á einhverjum öðrum hestum heldur en íslenskum? Og lítið eitthvað aðeins í reiðskóla, eitthvað svona grunndressúr og bara útreiðar sko. En aðalega íslenska hesta. Þannig að þú ert bara nánast Íslendingur? Já, ég veit það nú ekki en jú, reyna það. En segðu okkur aðeins frá hérna aðstöðunni hér í Byggðarhorni. Hvaða húsakost ertu með og hvað ertu með pláss fyrir mörg kross og svona eitthvað? Herðu, hérna það er ekki rosalega stórt hesthús en það eru pláss fyrir 10. Akkurat núna er ég með 1 stór stía þannig að það eru bara 9. En annars er rosa stórt íbúðarhús, aukað lítið íbúðarhús og eitthvað sem ég kallar bara sánahús. Þannig að það er mikið pláss fyrir gistingu hérna og ég er að leigja út í Airbnb og þetta. Þannig að þú ert sko bæði að koma þér upp aðstöðu til þess að vera með hesta fyrir þig og góða aðstöðu til að ríða út og reiðföll og allt þetta. En á sama tíma ertu í rauninni í ferðaþjónustu. Já, það var svona ekki alveg planið en það var allt klárt fyrir það hérna og náttúrulega rosalega stór pláss og mikla tekjur á því. Þannig að já, ég ætla bara að prófa það, hvernig það virkar. Og svo ertu náttúrulega keyptir náttúrulega svolítið af hekturum með til þess að hafa beitarhólf og annað fyrir hrossin. Já. Mér fannst mikilvægt að hafa pláss fyrir rossin og einmitt líka að fólk myndi ekki kaupa hérna og byggja alveg að. Mér langar að vera í sveit og hafa aðeins pláss í kringum mig. En ef við þá ekki bara að kíkja aðeins á hrossin sem þú ert með? Já. Hvað þessum hesti? Hver er þetta? Þetta er hann Svörður frá Skjálk. Þetta er hátdæmdur stóðhestur sem ég er enn bara með í þjálfun. Og hann er nú til sölu en hann fer heim eitthvað tíma. Sigursteinn sumarlega svona á hann með Gunni kokkur eða hvað, ég þekki hann ekkert betur en það. Þetta er flottur hestur sko. Bara stefnt með hann, er hann bara til sölu og? Já, hann er bara til sölu þannig. Já, og góður hestur? Já, þetta er góður hestur. Það er gaman að þjálfa hann og já, vonandi bara kaupir eitthvað hann sem mun njóta hann sko. Nota þessi keppnishest? Já. Hér erum við með hross? Já, þessi er bara nýkomin inngreið, hún er ekki tamin en hún er undan Hrannari, ég man ekki alveg hvaða meiri, Helga Gísladóttir á henni. Já. Það er bara gaman, hún er bara örlítið að svona rétt fyrir temjana. Já. Komin í stað? Já, hérna liggur eina dúllu, Toppa heitir hún, Toppsdóttir. Hefur það mjög gott? Já, hún hefur það bara mjög gott. Þetta er rosalega skemmtileg rissa sem er líka til sölu bara. Já, það er toppið auðsóttsölu? Já, bara mjög tölgeng og létt og skemmtileg og rosalega þæg og já, það mun eitthvað njóta hennar? Já, mjög mikið held ég, þetta er algjör dúlla. Já. Svo er hérna Anna Rannasdóttir sem líka Helga Gísladóttir á. Já. Og þetta verður líka mjög skemmtileg rissa held ég. Hún er kannski ekki svo fallegasta en þó hún er feit og lítið tamin en þetta verður eitthvað svona reiðhúsapparat. Já, við trúa henni? Já, hún er skemmtileg. Já. Hérna er hestur sem ég á, sem ég gelti bara í haust. Hann er undan Auður frá Lundum og Dómhildur frá Selfossi. Já. Hann, hvað ég að segja hann? Bara mér finnst mjög skemmtilegt að þjálfa hann. Það kemur bara í ljós hvað verður úr honum. Já, hvaða hlutverk hann fær? Já. Mest líklega svona gæðinkeppni, hann er rúmur. Já, rúmur og taktgóður? Já, ekki spurning. Hérna er Lukkulaugadóttir sem er líka bara nýkomin, búin að vera nokkra vikur.
töltgeng en létt og þæg og bara, já, bara jákvæmt að segja hana hingað til. Svo hér jarpurhestur. Hér jarpurhestur. Þessi undan honum Raptínur frá Hákoti. Já. Hann rektaður á Rauðalæk. Já. Ég keypti hann bara í, 1,5 ár síðan. Lítið taminn geldingur, en hann verður 7 núna. Já. Ég held að þetta verður svolítið flottur hestur. Keppnishestur? Já. Hann stór og myndalegur svona, en það eru svolítið tíma. Já. Og svo hérna þinn aðal keppnishestur sem nú hérna í Svítu núna á ástæðu. Það hann Voðinn frá Halla. Já. Þú veist að segja mér hérna áður en ég kveikti á, hann slasað sig eitthvað? Já, hann var slasaður hérna rétt fyrir jól. 22. des til að vera alveg nákvæm. Þá var annan hestur lamdan bara úti á túni og já, hann búinn að standa inni síðan en þetta lítur vel út núna og vonandi bara kemur hann í lag og við getum farið að keppa aftur og þjálfa saman. Þetta hefur svona verið þinn aðal keppnishestur núna og vakið athygli á honum bæði fengið góðar einhverjir í gæðakeppni og íþróttakeppni. Já. Þannig að það lítur að vera svolítið erfitt að hafa fyrir allt í einu gat maður ekki haldið áfram að keppa. Já, þetta var svona, hvað segir mann, gulrótin. Eina keppnishesturinn og svona eitthvað sem hann var að stefna eitthvað með. En vonandi getum við bara farið aftur að þjálfa og stefna á kannski landsmót ef það verður næsta ári eða hvenær það verður. Þannig að þetta svona mikill vínur og já, hvað ég segja, búinn að læra mikið. Það bara vonandi að hann nái sér að fullu. Ekki spurning. Við erum að reyna það. Vonum það. En svo hérna, svo ertu með reiðhöll hérna. Já. Ekki að kíkja aðeins inn í hann. Jú. Það hlýtur að vera nauðsynlegt að, ég veit að náttúrulega Noregur alveg, það vetur þar líka á allt það. Það hlýtur að vera gott að vera með reiðhöll á Íslandi. Það bara nauðsynlegt. Ég búinn að vera núna á Selfossi að temja í 1,5 ár og það náttúrulega reiðhöll þar, en á dagar sem eru slæmt veður þá eitthvað næ mann ekkert að temja eins og mann myndi langa. Þannig að það eiga reiðhöll, það bara svo mikill kostur. Það ekki hægt að... Hvað þetta reiðsvæði stórt hérna? Þetta eru 15x30 sem ég finnst bara mjög þægilegt þegar mann bara einn svona, eða ein. Þá það bara alveg nóg og bara frábært í rauninni. Þetta ekki svona tómlegt. Hvað svo stefnan? Ætlar að vera hérna í Byggðarhorni, ætlar að koma þér upp stærra hesthúsi og fleiri plássum eða hvað planið? Það svona smá von að byggja nokkra stígur í viðbót. Það kemur bara í ljós hvernig fer að reka þetta og já. En þér bara líður best á Íslandi og ert ánægð að vera komin í sveitina og með þinn stað? Ekki spurning. Já, þetta bara draumur. Til hamingju með frábæra aðstöðu. Hanne, ég veit að það stóð til að halda innflutningspartí sem var ekki út af samkomubanni en það verður bara flautað á þegar það má. Nákvæmlega, það verður rísapartí hérna þegar þetta allt búið. Takk fyrir okkur. Takk.